Góðan dag, góðir Íslendingar, góðir eða ekki, kannski aumir Íslendingar sem ég ætti nú kannski frekar að segja. Nú á þessum drottnisdegi hér, þá ætla ég að bjóða ykkur velkomin í þátt minn Ráðgátur Kára Stefánssonar. Það sem ég að glíma við í dag ákveðlega flókið viðfangsefni og það fjallar stökkbreytingar á ákveðnum hlutum sem eru kannski endurröðun á DNA-keðjum þannig að hlutirnir vilja eiga það til að stækka. Þannig að þú tekur niturbasann og raðar honum aftur upp á nýtt utan DNA-keðjuna þannig að hluturinn raunverulega þenst út. Og ég sýndi ykkur kórónaveiruna í gær sem ég búinn að temja svolítið og hún ennþá reyna að komast upp í nefið á mér alltaf en þetta má temja. Og það ýmislegt sem má temja og flókin viðfangsefni eru þess eðlis að við verðum auðvitað að gefa þeim ákveðinn séns og viðfangsefni mitt í dag, eins og ég segi, hefur stökkbreyst töluvert í gegnum tíðina og það nú hér bara rétt hjá mér og ég ætla að bjóða ykkur velkomin og bjóða velkomið viðfangsefni mitt í þáttinn í dag sem maður sem flestir kannski þekkja en hann stökkbreyttist mikið í gegnum tíðina og nú snappa ég yfir og það engin annar en Jói Fell! Sko, kemur þetta ekki? Gæðu! Vertu velkomin í þáttinn, Jói minn. Gæðu. Varst að prógrammer í morgun? Já. Djöfulsins. Létt og gott. 1000 tjala smiður eftir maður. Það kominn þáttagerðar lagmaður og allt að gerast og þetta svo flott og ég ætla Jói, þetta bara... Sjáðu. Já? Þetta get ég. Þetta getur kallinn maður. Jöfull þetta flott maður. Verið velkomin í þáttinn, meistarakokkar í beinni. Hér meistarabakari og 1000 tjala smiður í beinni, Jói Fell. Takk fyrir. Velkomin elsku drengur. Æ, takk fyrir. Þetta síðasti þátturinn með þessu sniði. Já. Og þú ert hér kominn að sko, þetta svona, hvað ég að segja, þetta svona mesta hlaðborðið þannig sem ég sé hingað til, það mikið að girnilegum hérna. En samt þetta mjög einfaldur og góður réttur sko. Þetta bara svona kjúklinga, rjómalaga, pasta og sveppir og svona, þetta verður alveg geðveikt sko. Já. En samt svo einfalt sko. Er það þetta sem þú ert búinn að vera að gera núna bara síðan veiran kom og það ekkert að gera og þú bara eitthvað að dunda við bacon? Já, dagurinn alveg ágætt hjá mér sko. Ég kannski vakna alltaf klukkan 5 svo ég hafi tíma fyrir 6. Ég gispa bara. Já, þú veist. Og svo bara fer ég í vinnuna og svo kem ég heim eftir hádegi og tek góða æfingu. Svo elda ég mat, ég alltaf á Insta. Þessa æfingu? Já, þessa æfingu sko. Já, ég ætla að biðja ykkur að... Sjáðu. Við vorum að tala tattúin hérna, Kalle kom með tattú líka sko, í tilefni dagsins. Já, ég vona að myndavélinn nái þessu sko. Ok. Já, og svo tek ég mjög góða æfingu og svo bara fer ég að elda, eins og ég er alltaf að elda á Instagram og það bara fullt af fólki að horfa á mig á Instagram, rosa gaman. Svo geng ég náttúrulega frá, svo fer ég í man cave sko, ég með svona man cave. Og þar sko með vínhillur og þar fæ ég að sitja og loka hurðinni, fæ með stundum, eitt vindil og gott rauðvínsglas og svo sit ég þar bara að mála. Þannig að dagurinn bara nokkuð góður á mig sko. Ertu að mála? Já, ég get spila á píanó og elda mat og mála. Já, ég ætla að segja, þú veist að þátturinn byrjaði bara með einhverju mega steði hérna. Já, og nú ég svolítið gaman að segja frá því að nú ég að mála á Instagram. Já. Og ég að gera málverk fyrir Björgvin Pál Gústafsson. Og ég að sýna það í beinni. Þeir sem fara inn á Instagramið mitt núna, þeir geta séð sko highlight alveg frá því að bara risastór stríi. Auður stríi? Já, og nú myndin á næstu því hálfnu. Þannig að, en ég klára hann ekki alveg strax, þannig að, þú veist, það er svo gaman og fólk bara að fylgjast með og... Listaverkasafnarar, fylgjast með Jóa Fell, þú veist. Þetta bara þess. Ekki við eina fjölina feldur? Nei. Það er margt í mannin lagt. Já, þetta kallast, ég held að þetta kallist í ákveðnum hasarblöðum ofurmenni. Já, ég meina, ég næ ekki að vakna 5 og fara að gera þetta og fara svo að æfa og fara að mála. Ég verð bara, þú veist, að fá bara góðan kaffibolla og liggja og slappa af lengi. Ég sko, ég fékk eitthvað hjá Kára í gamla daga. Þú veist, svona undir borðið. Já, nákvæmlega. Þannig hann búinn að halda mig gangandi, sko. Smá forgjöf. Já. Og talandi Kára, sko, þú veist. Ertu ofvirkur? Nei, ég er ekki ofvirkur. Ég bara verð að vera að. Þú ert bara virkur? Já, ég mjög virkur. Já. Og talandi Kára á hann, sko, þú veist, hann þess að, sko, yfir
eða sko, kona mín undir honum. Ok. Ekki eins og þú heldur, sko. Nei. Hún sko Kári yfirmaður hennar, sko. Já. Og það sko þannig í koronaveirinu þá hringir Kári stundum í konuna, skilju. Svona hálf 11, ég er nýsofnaður, þá kemur röddin, þú veist, ég kann ekki alveg stæla Kára, þannig að ég er ekki búinn að fá nóg af hennum, sko, en hann er góður kall. Ok. Herðu, ég ætla Það bara að ringi í þig núna á kvöldin. Já, það gæti verið, sko. Herðu, ef við ekki að elda, því ég hef með hérna kjúklingabringur og hérna, ég ætla að gera þennan skemmtilega rétt og að ég er með heilabringur, þá tekur það aðeins lengri tíma og við byrjum bara á því að brúna bringunar og þá notum við olíu og smjör. Af hverju? Að því að sko, ef þú nota bara smjör þá á það til að brenna. Olían sem sagt gerir það að verkum að það þolir meiri smjöri brennusíðu. Já, og alltaf, þegar ég elda, þá er allt á full blasti. Svo þegar bringurnar vel brúnar, þá lækkum við hitann. Já, ég skil. Þú vilt fá bruna. Já, ef það er ekki bruni, þá er ekki bragð. Það er bara hlut. Þannig að þetta tekur smá tíma, en á meðan þetta er að brúna, þá er ég með nefnilega svolítið skemmtilegt, sko. Ég geti verið að snúa þessuna við fyrir bara þegar það á kjúi, sko. Og tökum þennan disk frá, hann er skítugur. Ég menna með brauð, súrdeigsbrauð, þetta heitir flút. Og þetta er alveg svona... Í hvaða bakarí fyrstu þetta? Herðu, þetta var hjá honum hann að, hvað heitir hann að, Jói Fill hann að. Já, ok, þetta er frá honum, sko. Og við erum einu þessar svona menninir í heiminum, sko bakararnir, sem náum að selja loft. Þetta eru loftgarnir. Akkúrat. Þarna eru liggja peningarnir. Peningarnir liggja í loftinu. Já, þeir liggja í loftinu, sko. Þetta er slagorð. Já, peningarnir liggja í loftinu. Heyrðu, ég ætla að búa til sem sagt bara hvítlausbrauð og það er svo gott þegar maður er með svona alvöru súrdeigsbrauð. Það er svo mikið skorpa og svo mikið bragð og þetta er bara mjög einfalt sem við ætlum að gera. Hvernig líst þér þetta, Jói? Heyrðu, þetta er bara að snúa. Það ekki? Jú. Það er góður hiti á þessari hefti. Þetta er alveg svaðalegur hiti, sko. Þetta er alvöru. Heyrðu, ég er bara með hérna hvítlauks smjör með smá steinselju sem við bara smyrjum á og sko vel að því. Myndirðu segja að þú veist sko smjör var náttúrulega litið miklu hollnaga hér áður fyrir. Já. Það var verið svo óhollt. Er smjör hollt? Mjög hollt. Það er þegar ég er að smyrja mér, þá er eiginlega sko brauðið orðið auka og það er svo mikið að smjöri osti hjá mér. Já, ég skil. Já, það verður að vera. Ég veit ekki hvað það er ekkert sem, sko, það er ekkert sem smjör gerir ekki betur. Það er alveg ótrúlegt. Algjörlega. Já, heyrðu, hérna er bara með plötu og við setjum þetta hérna bara á og svo setjum við ost yfir. Sjáum hvað er mikið smjör. Akkurat. Og það lekur niður gatið. Svo þú ert að borða þetta, sko, það á helst að leka hérna og festir í skegginu. Já. Þá er þetta orðið svona alvöru. Við erum að tala saman. Já. Hérna, smjörið preppaður bara með þá hvítlauk og steinselju. Já. Fyrir fram. Já. Og þetta fer bara inn í ofn, 200 gráður. Já. Þangað til það er tilbúið. Já, það er bara svolítið. Já, það er ekkert 7 mínútur. Nei, það er þangað til það er tilbúið. Já, af því við þurfum ekki að sko baka þetta eða elda þetta, bara osturinn er farin aðeins að brúnast. Já. Þá erum við góð. Þá er það til. Já. Fyndið að vera samt með þér í þætti. Yfirleitt sko í þáttunum ert þú hérna stjórnandinn, skilur þannig? Já. Ég er búinn að vera pínu nervus eitthvað í einhverja daga núna, þú veist að ég sé að vera sko hostinn. Það reyndar hljómar ekki vel í kóð. Finnst þér þú að vera að stjórna núna? Alveg rólegur, sko. Ég er bara eitthvað skemmtikraftur, sko. Já, ok, sorry. Ég ætti ekki að vera að stjórna eitthvað. En það hljómar heldur ekki verið í COVID-verðinu að vera hostinn. Nei, hostinn? Nei, það er ekki alveg. Það er bara, ok. Já. En, já, ef ekki segja við séum þokkalega jafnir. Jó, við erum jafnir í dag. Já, gerum það. Heyrðu, þetta er bara orðið nokkuð gott, en sko, að þetta þarf að eldast aðeins, þá bara lækkum við svona aðeins hitann. Ok. Og það tekur smá tíma. Já, já. Sjáu hvað, þetta er flottur litur á þessu. Já, ég segi bara rosalega... Ég finnst þetta góður í... Góða græði. Já, ég er áhuga gott um mikið. Já, ég sé það bara langa leiði. Bara... Já. Herðu, sagt þetta nú bara, hérna, sett þetta, á ég gera það. Það er eitthvað salt og pipar eitthvað fyrir. Herðu, við gerum það á eftir. Já, ok. Já. Svakalega losna. Þetta er geggjað. Já.
Og það sem ég er með svona pastarétt, og það er alveg ótrúlegt með kjúkling, hvað bacon passar vel við. Já. Það er bara, þannig að við ætlum að byrja á því að brúna bacon. Af því að kjúklingur er náttúrulega í eðli sínu bragðlaus. Já, og fitulaus, þannig að það kemur fitan úr baconu sem gerir þetta gott. Já, fitan á baconu. Já. Þannig að þetta verður svona mörg brögð í gangi hjá okkur, þó þetta sé einfalt. Já, já. Hörðu, svo hérna þegar þetta er tilbúið, og þá hérna byrjum við bara á sósunni. Og það er náttúrulega bara íslenskir sveppir. Já. Blóða. Já, bara ef þeir eru ekki íslenskir þá bara er mér að mæta sko. Já. Það er bara hlust. Þetta er ekkert hérna einhverjir helvís Benelux sveppur. Nei. Benelux, hvernig eru þeir? Það er bara hollensku. Já. Ekki Benelux-löndin? Já. Heyrðu, svo er ég með þessa 3 hvítlauksgeira. Þetta getur þau. Sástu þetta? Já. Jöfnus. Það eru skemmtarnir ennþá ágjörð. Þetta er ótrúlega hvað ég er skemmtilegur. Veitu. Þá er brauðið tilbúið. Þá er brauðið tilbúið? Já. Ok, þú stiltur lögin. Já, ég með þetta. Þú veist hvað heldur ég sé að byrja eða hvað? Já, þetta. En finnur hún á lyktinni hjá mér? Þetta er náttúrulega alveg sko... Það er sennilega bara einhver besta lykt í heimi. Já, ég held það. Þeir eru að fara svona þurrst eða svona... Já, við ætlum alveg að brúna það, já. Og setjum það hérna, tökum það svo frá. Það er blaðið sem er á þetta eftir. Ég held að þetta sé bara gott svona hjá okkur. Ok. Nú tökum við þetta hérna og ég reyna að geyma smá af fitunni sko. Ég ætla að nota hana í að steikja áfram. Svona. Fylg samvinna. Svo gott. Má ég slökka á henni núna? Nei, nú höldum við áfram. Hvað er þetta svo hættir Sorry, eða? það er sveppirnir. Já, Hörðu, bætum smjör út á. Setjum sveppina og hvítlaukinn. Já, þetta er svona saxaðan. Já, ég saksaði hérna Sama- já. Og það er sko, eins og í Ítalíu, ég held að sé nú bara engin réttur án hvítlauks þar sko. Herri, ég fekk hérna, Smá hérna, svart. Já, þetta er aðferð sem ég hef ekki séð áður. Já, og nú, já, þá dreifist það betur sko. Já. En mér sýnir stílið framhaldingin svo stuttir að þetta allt í hliður. Síðan á náttúrulega. Kannski ekki bara stuttir, þetta er svo mjó. Já, ég meina það mjóir sko, þannig að... Já, meðan þú ert í ræktinni, Já. þá er ég bara að gera eitthvað allt annað, sko. Já. En ég myndi nú, smakkaði eitt hérna. Er það? Já. Má ég strax? Já. Af hverju ekki að gera svona mörg? Nákvæmlega. Já, maður þekkir ykkur tónlistarmennina sko. Finnur hvernig þetta er svona. Já, aðeins stropar. Smjörið. Er tónlistin nokkuð að æra okkur hérna í þessu? Nei, þetta er bara huggulega. góð dinnirmúsík. Geggjað. Er þetta súrdeigs? Já, þetta er alveg hreint súrdeigsbrauð, engin ger og þetta tekur 3 daga að búta til. Og Akkurru? bara súrin er lifandi, maður er að halda honum við og halda þessu gangandi og þá fara varlega og leyfa þess að hefast yfir heila nótt, bakað á steini, þannig að þú finnur sko, þú kannski finnur ekki út af hvítlauknum en brauðið er svona skorpa og svolítið gott. Heyrðu, þá er þetta að vera komið. Ég er alveg spenntur, sko. Já, Nú. Já, sko, málið er það, ég er að elda svo mikið á Instagram. Já. Og ég nota rosa mikið vín. Þú veist ákveðu? Það er ástæðan. Þá verð ég að opna flösku. Þetta er svo einfalt. Við vorum ekki að láta það skemmast eftir. Nei. Við getum ekki nota heila, kannski. Nei, svo bara pínulítið.
og hérna, svo gerir maður svona, sko. Ég meina, þú eldar, Erum við að fara að gera vel við okkur hérna? ég er það, sko. Ég var reynd að hugsa, ok, þetta er reyndar þannig að það þarf ekki sérstaklega neitt með þessu til að hérna koma sér niður, þannig að Nei. þetta er svo fljótandi í smjöri, Þetta er alveg geðið. þetta er bara, Já. þetta er réttur út af fyrir sig. Já, það er, sko, málið er það, að, þú veist, að maður næstu kalla þetta, sko, bruschettu, Já. ef þú brauðið aðeins stærra, Já. tómat yfir, basil, komið, bruschetta heitir það. Bruschetta. Já. Heyrðu, nú erum við sem sagt að gera sósuna og þeir sem vilja ekki hvítvín, þá má nota bara, þú veist, kjúklingasoð. Já, sko, ég segi alltaf af hverju að nota hvítvín. Hvítvín er krydd. Já. Þetta er bara krydd til að gera matinn betri. Þetta er glasand af mér, já. Nei. Ok. Já, það er, já, ég er náttúrulega. Nei, ég meina, þetta er svona, sko, Já. það er gaman að drekka einn, Já, en mér finnst samt áfengi vera svolítið þannig, þetta er og sósjál. svona góður drykkur, Já. alltaf gaman að Þetta er sósjál. gera því félag, sko. Já, já. Herðu, náfram með matinn. Sérðu nú er hvítvinni að sjóða niður og þessi Fallegt á litin, Já, herðu, þá er það skemmtilegt að það er náttúrulega bara rjómi. Þetta er náttúrulega rjómapasta, sko. Þetta er rjómapasta. Já, þetta er pasta. Já, þetta er pasta réttur. Ok, við erum að gera pasta rétt. Já, já. Akkur sagður með það ekki strax? Hvað, hefur þá ekki komið það? Var það búið að koma fram? Herðu, piparostur. Ok, Það er bara til að svona bragðbæta. aha. Sko, svo leyfum við þessu að sjóða og við þurfum aðeins meiri salt og pipar. Og af því að við vorum með kjúklinginn, hann er ekki alveg eldaður, og þá setjum við hann út í núna. Já, þá- síður með Já, síð og kemur svona bragð og Ég var einmitt að velta því fyrir mig hvort við ætluðum að vera með svona nett kjúklingasúsí eitthvað hérna. Svona, Nei. Og svo setjum við Sem ekki er smá gert, sko. hérna í sósuna, basil, Einhver lauf. já, basilikan. Ekkert einhver lauf, Nei, basil. basil. Og látum það sjóða með, svo setjum við meira sko yfir réttinu og eftir. Já. Er þetta ekki helviti góð hella? Þetta er alveg útrúlega hella Í maður. alvöru? Já, Þetta er bara svo gas. já. Sko, nú leifum við svo sjóða niður, Bringurnar út í. ringurnar út í. Og sjá, þetta voru að raða þessu rétt, sko. Svo þetta lúki. Og sko, ég elda rosa mikið sko fyrir augað. Þó ég sé bara einn, þá, veist, ger ég það bara fyrir sjálfa mig. Akkurat. En nú með eins og ég segi, ég er maður alltaf að elda á Instagram og það er svo gaman, skilju. Þannig að, veist, þetta verður að vera myndrænt, þó ég sé ekki að gera einhverja svona stæla, skilju. Heldur á þetta bara að vera svona fallegt. Já, ég meina, Þetta gerir þetta fyrir við þig. getum náttúrulega sagt sem svo að þetta er núna stríðin þinn. Já, Þú já. byrjar að mála. Já, já. En þetta er bara það sem stríðin sem, bara þetta er listaverki sem við getum getið líka. Já. Herðu, nú Það er leifum við náttúrulega þessu útfýlað, aðeins að matla. Þetta er gullfallegt. Þetta er gullfallegt. Þetta er gullfallegt, jú. Þetta er, myndur þú segja, segjum bara að við værim í veiðitúr, Já. sem reyndar er náttúrulega búið að koma óorðið á núna með einhverju fals, grínmynd sem er náttúrulega búið Já, að koma einhverju, það er ekkert rétt í henni. Sko. ekkert, Ekki neitt. Ég kann að Væri segja hægt að setja einhvern fisk í þetta líka, er þetta bara kjúklingur? Er þetta bara- Sko, þetta er nei, kjúklingur? sósan er grunnur að ofsalega mörgu. Þú getur verið með sko, nautakjöt og fisk og allt saman. Já, Já, þannig að þetta er bara svona típisk rjóma hvítvínsós. akkurat. Já. Hún á við allt. Á við allt saman. Já, já. Og við erum með pasta hérna sem tekur 2-3 mínútur Já, og þetta bara síður í þess að 2-3 mínútur og þá er þetta bara, þá er svona rétturinn að verða Nokkurn veginn að verða tilbúinn. klár bara. Já. Og svo er beikonið, fer það yfir svona pasta á diskinu eftir. Þannig að nú þurfum við að fá diska til að setja upp. ok. Diska til að setja upp. Sérlegir aðstofamenn. Þurfum, hvað ég var að setja á 2 diska? Þetta þú ekki að fá það? Jú. Já, það var að setja, það var 2. 4. Já, já. Eitthvað bara. Eitthvað bara. Já, það eru 4 bringur. Já. Svolítið að hérna, nú gerum við vel við hérna fólkið hérna. Svona þáttur náttúrulega verður ekki til bara með, þó svo við séum stjörnurnar. Já,
þá er náttúrulega fullt af fólki Það er fólk á bakvið, sko. Það er fólk á bakvið, sko. Já. Eigum að vera með, sko, það er náttúrulega mikið úrval af diskum og dóti hérna í Bakó Ísberg. Eigum að hafa alla eins, eða eigum að hafa þetta svolítið fusion, svona, hérna. Sko, það er náttúrulega ótrúlegt að vita það. Ég er búinn að versla, þessi eru flottara hérna. Þetta er flottara. Ég er búinn að versla við Bakó. Já. Það hér fyrst Bakó, svo saminast það Ísberg, Bakó Ísberg. Já. Ég er búinn að versla við þetta fyrirtæki í 23 ár. Ok. Og það er einn maður hérna inni sem situr hinum meginn við okkur hérna. Já. Sem er búinn að vera hérna jafn lengi. Já, það er svoleiðis. Já, það er bara svoleiðis og við erum búin að vinna saman í þessi 23 ára. Þetta er maðurinn bak við tjöldin. Já, hann reddar bakarinn hjá mér, skilju. Og svo endaði með því að hérna, litli bróðir sem er reyndar eldri og hann er stærri, hann er fann að vinna hérna líka svo. Já, ok. Já. Er hann býtað aðeins stærri en hver? Ég? Í alveg? Já, ég meina, veist, það sést ekki en. Nei, ok. Það sést ekki, en hann er það. Já. Já, svona, þú ert nú eitthvað að mæra litla bróðir bara, Já, stóra bróðir. hann er góður drengur eins og ykkur sagði. Já. Heyrðu, en gerur þú grein fyrir einu? Ég fekk, sem sagt, hérna, svona, hvað ég segja, statistik miða hérna frá nefi minni. Það eru 45.000 manns búin að sjá þessar útsendingar sem við byrjum. Og þetta er lokað þáttur og ég veit að þessi mun fara það doblast, sko. Já, hann doblar þetta. Já. En mikið er gaman samt að þetta við bara gengið svona vel, þú veist, þessi hugsun er raunverulega, ég meina, talandi mynd það, af því ég er náttúrulega að tala um alla kokkar sem hafa komið þarna, þú veist, ok, bakaríið, nú eru menn komnir í heimsendingar og menn eru komnir í, þú veist, ert þú að senda heim eða? Nei, ég kem bara í bakaríið. Við erum svo heppin með það að það er bara opið í öllum bakaríum. Já, það er bara opið í öllum. En við skulum alveg viðurkenna það að það er mun minna að gera. Já. Og það því að við erum að þjónasta mikið sko bara fólki og vinnustöðunum. Já. Þeir eru svo mikið lokaðir. Takið þá til pantanir í bóka. Já, og þeir kannski koma að versla í kaffi og svona. Þannig það er aðeins minna. En þetta er svona, fólk er aðeins að byrja, það er aðeins að skrifa upp sko. Fjórði er að koma. Þetta er mjög skemmtilegt framtak sem búið að eiga sér stað hérna og mjög skemmtilegt. Og skemmtilegi þættir sem áður til og reyndar er það þannig að það munu koma svona sketsar þættir áfram þar sem verður tekið á og verið að sýna okkur hvernig á að gera sósur, flaka fisk, ímitt svona fræðsluefni frá úr eldhúsi allra landsmanna hérna. Þannig að þetta hættir ekkert þó svo að við. Þannig er þetta ekki síðasti þáttur? Jú, þetta er síðasti þáttur. Þetta er þáttur. Já, þetta er þáttur, Þetta eru bara svona sketsar, sko. Bara svona innslög. Já. Hörðu, það er bara að setja aðeins upp. Svona. Ég minnka aðeins drauminn hérna. Hörðu, já, það má bara slökkva núna. Slökkva. Já. Þarna. Ég ætla að fá mér svona hellu. Þetta er alveg rosa. Þetta er alveg hvílíkt Þetta er eiginlega of heitt, maður þarf eiginlega að læra á þetta upp á nýtt. Já, þetta er, já, hún virkar, svo við getum alveg sagt það. Já. Það er ekkert að brenna sig. Nei. Hörðu, svo setjum við hérna smá sós yfir. Þetta lítur hvílíkt vel. Þetta er svona dýrðarmatur. Já, þetta er bara svo, hvað heitir þetta, comfy food, eða svona, þú veist, svona bara sem að, þú veist, þetta er svona matur til að njóta. Já, þetta er svolítið svoleiðis. Og svo að því að þessi drengur sem ég sagði frá hana sem er búinn að vinna hérna jafn lengi í 23 ár. Já. Hann á afmæli í dag. Á hann afmæli? Hann Þröstur. Ok. Hann á afmæli í dag. Hann á afmæli í dag. Þannig hann er að fá hérna, sjáu þið. Já, trít. Svolítið smá trít. Já. Og ef ykkur finnst þetta ekki fallegt, þá getið þið bara verið áfram heima. Bara étið það sem út í frís. Já. Það er bara þannig. Já. Heyrðu, svo náttúrulega er. Óskaplega er þetta fallegt. Svo er sko bara krem til að krema diskinn. Það er brauðið, sko. Já. Heyrðu, þetta bara tókst nokkuð vel hjá okkur. Já, mér finnst þú bara lengdar, sko þetta tekur líka enga stund. Nei. Sko ég vona við séum ekki bara allt og, heyrðu, það er reyndar, skál. Sko, hvað myndi passa virkilega svona í rauðu til dæmis, eða hvað erum við að, sko, var ekki einhver, að því við erum farin að tala um það, já. að því að hvítvín í sósunni, já. þá á maður helst að drekka sama hvítvín með.
Já, ég skil. Já, það er svona reglan. sem þú setur í Já, sósuna. já. En Já. þegar þú ert með, eins og við kalla hvítvís rjómasósu, hún er þung, þá máttu vera með létt rauðvín. Ekki fara út í sterk rioja-vín, þú veist, góðan burgundi, ekki of gamlan heldur, sko. Svona glærara í Já, glasinu. þá er það svona meira berjabragð. Akkúrat. Já, þannig að þá passar það svo vel með kjúklingu, sko. Og svo að því að við erum með smá kjöt, líka sko beikonið, og þá ræður sko rauðvínin við. Það er oft þannig sko ef þú ert með sko of sterkt vín, þá svona deyrða. Já, þannig að við ætlum að bara með fest og láta það lyfta upp. Og maturinn, sko, dóminerar ekki og vínið og rauðvínið ekki matinn heldur, sko. Þannig að þetta er svona... En ef við ekki að fá okkur smá burgundi með og pröfa hvort þetta er betra? Ef ekki, var ekki einhver smá serimónía með það einhver? Er ekki einhver... Það er... Er ekki einhver kælar eða ekki? Nei, það er maður bara sem ætlar að koma út úr vínskápnum. Út úr vínskápnum? Það er komið úr skápnum. Já. Það er vínskápurinn sem ætlar að kynna fyrir okkur. Þetta er bara svona lítill kælir, ein flaska inn, svo bara, hvað tegund er þetta? Burgundi. Finnur bara, þá er þetta bara, setur bara burgundi þér. Það er bara svoleiðis. Minnir 17 gráður, sko. Og hérna, Villi, ætlar þú að koma og kynna fyrir okkur? Já. Ætlar að koma út úr vínskápnum? Já. Okkur finnst þetta alveg rosalega fyndið, sko. Nei, ekki. Sæll, elsku drengurinn og vertu velkomin hérna með okkur. Takk hérlega fyrir. Góðan daginn. Þetta er hann Villi frá Bakk á Ísberg. Já, ég er svo sölumaður hér hjá Bakk. Ofursölumaður. Ofursölumaður. Já. Þú er hérna létt á yfirvaraskegginu. Já, ég tók móttan af í morgun. Ok. Ég þurfti... Mars er búinn. Fyrir hann Jóa minn. Ok. Þannig að en við ætlum svolítið að fá okkur burgundi með þessu pasta í dag. Já. Ekki máli. Jú. Þannig að við ætlum að nota hérna litla Viniceif kælinn sem er einstaklega flotið bara fyrir eina flösku. Við ætlum að búa til aðeins blásina fyrir þetta. Aðeins að lækka tónlistina hérna, Já. Ekki lagi. Það er eitthvað huggulegt samt að vera með. Já, þetta er skemmtilegt, sko. Þetta er alveg Fílingin bakið, sko. Gott líka að svona mann til að íhjú fyrir okkur. Já, nákvæmlega. Hérna, ekki bara Er hann að stela glösunum? vera að gera okkur að Það góðu. er ekki verið að stela neitt. Nei. Þetta er raunir voða einfalt, sko. Kælir virka bara þannig að hann tekur bæði hvítt og rautt og kampavín og þú velur á milli 30 mismunandi þrúa. Þannig að við ætlum að vera í burgundi í dag og við kveikjum bara á kælinum. Þá kemur þá burgundi í kælir eða? Já, er hann ekki sambandið? Gott er að hafa í sambandi. Hann þarf að vera í sambandi, sko. Það þarf helst að vera ránægt. Þetta er... Fyrirgefið góðar árundur, tæknin er aðeins að stríða okkur en þetta er smávægilegt. Við getum reddað þessu með einföldum hætti. Sko, Það ekki? nú á hann að vera komin í samband. Sko. Það kveikir hann á sér. Já. Við opnum bara svona. Já. Við erum með burgundi vín. Við skellum því bara inn. Lokum og þá getum við séð hérna vínsafn. Þar veljum við bara raukt vín. Ítum OK. Svo getum við séð hérna sem sagt allar þrúgunar. Það koma mismunandi bara gráður alltaf upp. Já, við sjáum hérna burgundi og við ætlum bara að íta OK. Ok, burgundi er 17. Já, þannig að sem sagt, þá er það bara innstilt í kælina að vínið frá burgundi á að vera í 17 gráðum og þá sjáum við sem sagt hérna raunhitastigið líka. Þetta er kælir. Já. Vegna þess að vínið er raunverulega þá úr stofu, þetta er alltaf... Já. Við segjum bara að þetta hefur verið óvart inn í ískáp hjá mér og verið hérna, sko, 3 gráður. Já. Þá er hann ekki að vera að hita. Þetta er... Sko, jú í rauninni. Nú er það? Já, hann sem sagt er úr 6 upp í 18 gráður. Þannig að þú getur verið með hvítt eða rautt. Þannig að þú ert að velja milli 12 mismunandi hvítvínsþrúga og upp í 21 rauðvínsþrúga. Þannig að núna sjáum við að kælirinn er í 23 gráðum og núna bara innan við 10 mínútum eða korteri þá sem sagt vinnur þessi bara niður í 17 gráður og svo þegar það er tilbúið vínið þá kallar vínkælirinn hérna sem sagt píparafn og þá kemur cheers eða á góðri íslensku skál. Skál, já. Og þá bara er lætur hann vita. Já. Og þá er sem sagt vínið bara tilbúið og... Hvað tekur þetta? Við vorum búin að pre-preppa flösku, var það ekki sem er í 17? Jú. Já. Hvað tekur þetta langan tíma, svona cirka?
Það er sko með... Já, fer alltaf eftir hvað hitastig á víninu fyrir. Já, þannig að þú veist, það gæti tekið milli kortér til hálftíma. Já. Það er sko fínt að það tekur fyrstu flöskun út, setur næstu inn. Já. Akkúrat. Það er bara akkúrat tíminn sem tekur að drekka eina fyrir svona... Stórt maður, þetta bóðið þig hvað? Já. Ég segi það alltaf Ég ætlaði reyndar bara að segja fyrir okkur tvo. Já, ég er aðeins hugulegri. Já, jú. Ég segi það líka alltaf við fólk sko, þegar þú ert að borða sem sagt forrétt og aðrétt og eftirrétt, þá er sniðugt að henda hvítinsflösku inn eða þú ert að fá þér humar eða fisk eða eitthvað í forrétt. Henda því bara kannski klukkutíma inn og svo þegar þú ert að borða humarinn, þá bombar það bara rauðvínin inn og þá er það tilbúið fyrir aðréttin. Þetta er sem sagt... Það er rosalega hendur. Já, ég held að það sé bara helviti sniðugt. Eigum við ekki að smakka matinn? Já, við skulum ekki láta matinn kólna. Þetta er, takk fyrir þessa kynningu, Willi. Þetta er, ég segi bara, þetta er stórsniðutæki og fæst hér í Bakó Ísberg ásamt fullt af frábærum áhöldum og ég ætla eiginlega að koma því að þetta er ekki bara verslun sem kokkar með að koma inn í og kaupa sér einhver risa eldhús. Þetta er líka bara fyrir mannin af götunni og okkur áhuga fólkið sem bara... Og er að selja brauðakörfurnar til að baka súrtíspuna. Já, hefunar körfurnar. Já, sem sko renna út. Renna út, sko. Jæja, hvernig líst þér á þetta? Mér líst bara alveg geggjað. Gá hvernig þetta sé í lagi. Er það ekki? Já. Ég held þetta sé bara eins og á að vera, sko. Þetta er alveg perfekt, sko. Sósan er góð. Ég myndi segja, af því að ég náði ekki morgunmatnum, þetta er fullkominn morgunmatur líka. Baconið. Já, finnur þú eitthvað, gefur svona kryddið? Já, bara þetta, það verður, sko það er bara á þessum diski akkurat það sem þarf að vera að gera hann fullkominn. Já, svoleiðis. Og brauðið. Og brauðið með, sko. Þá kemur, sko, punkturinn. Sveppirnir. Já. Þetta er svona, já. Þetta er svolítið svona fínn matur, samt fljótlegur. Þú veist, ég var ekki nema rúmlega 20 mínútur að gera þetta alveg bara frá grunni, sko. Já. Og hann er svona casual, en samt algjörlega þeir náttúrulega, ok, þú veist, gerir þetta fallegt með, þetta er elegant, en alveg bara, æðislegt. Þetta er geggjaðislega gott, eins og svo sem allt sem hefur verið boðið upp á hér í þessum 9 þáttum okkar sem hafa verið, 9 eða 10, og það er nú ekki hvað leiðilegast að hafa þig, elsku meistari minn, bara í lokin með okkur, og nú er, sko, hún er komin strax í 21, en svona bara til að klikka út þá er ég með sko smá lista yfir hvað er framundan hjá okkur í Bakó Ísberg og það er margt skemmtilegt og náttúrulega nú er bara að koma sumar og við ætlum að grilla og vera dugleg við það og fylgið okkur á Instagram og Facebook. Þar koma vörurnar inn, þar koma þessi myndbönd, sko við ætlum að halda áfram, gera svona innslög með svona sko hversu oft hef ég ekki, þú veist, veitt fallegan bara urriða bleikju, svo fer Kalli að flaka. Já, það er nú veiðið 3 kíló af fisk og það er 5 metrum eftir útbúin að flaka. Já, þetta verður bara eitthvað slys. Og við ætlum að kenna ykkur að flaka og það er svona, já, bara eins og þú sýndir raunverulega einfaldan hátt og mjög skiljanlegan grunnur í sósu. Já. Það er bara að setja á pönnuna, svo fyrir vínið út í og eftir og förum í gegnum sósur og uppskriftirnar og myndböndin verða á bakóisberg.is vefsíðunni líka og svo er þetta á Instagram og Facebook. En svo að sko kanónurnar hætti ekki að koma. Á morgun verður Siggi Hlö, okkar landsmanna, hér klukkan 13 með svona sem við köllum örþátt. Það sem hann ætlar að kenna okkur og það ég fæ engar útskýringar sérstaklega á þessu, ætlar að kenna okkur að gera hvíta fíflið. Gera bara sjálfan sig einhvern veginn, bara. Já,
Bubbi gerði eiturpjesa hér í fyrsta þættinum. Það er kannski svolítið gamli Bubbi. Já, gamli Bubbi, já. En það var ekkert áfengi í honum. Nú og Krónunni og styrktaraðilum viljum við þakka kærlega fyrir gott samstarf undanfarið og sem var bara gjöfult og gott að eiga ykkur að og hérna ég ætla bara að hvetja ykkur til að snúa hérna viðskiptum þangað. Nú ykkur áhorfendur sem nú eins og ég sagði áðan eru orðnir 45.000 sem hafa horft á þessa þætti undanfarið. Þannig að þetta er kannski ekki alveg til einskis sem við höfum verið að gera hérna, þú veist. Þetta er bara búið að vera svo skemmtilegt. Já, þetta er líka fræðandi og þú veist, og það eru náttúrulega líka bara, já, þú veist, það er bara gott að fá góða menn til sín líka hérna. Nú, við erum í skýjunum með að bara svona markmiðin hafi náðst með að gera þetta bara skemmtilegt og lifandi og við köllum þetta svona bara gamni okkar eldhús allra landsmanna og það verður það áfram og hérna fræðsluefni frá Bakó er tilbúið sem sagt nú þegar þessi myndbönd og þau fara að koma inn næstu daga. Alls konar skemmtileg myndbönd eigum við ekki að bara halda fram að éta. Jú, höfum við ekki að bjóða líka bara fólki að koma að fá sér Nei, við getum þetta bara tveir. Nei, jú, við skulum. Herðu, nú bara vil ég bara að hérna, við bara komum inn í mynd. Þú skulum ekkert vera að slökkva á tækinum heldur, Bjarni minn. Bjóðum nú, Bjarni, gjörðu svo vel. Hér er fóringinn. Þetta er raunverulega maðurinn sem kannski tekur þessa hugmynd, hendir henni upp og lætur hlutina gerast og Bjarni bara takk kærlega fyrir mig. Sömuleiðis. Já, þetta er bara búið að vera óbáslega gaman. Það byrjaði nú upphaflega út af því að við vildum hjálpa kokkunum. Allir okkar kunnar voru bara lokaðir og við vorum bara að horfa á hvern annan og síminn hringdi ekki og hurðin opnaði ekki og þá kom þessi frábæra hugmynd. Og þetta hefur bara vonandi skilað sér inn til matreiðslumanna og þeir njóttu góðs af því, sérstaklega þeir sem er að störfum í dag. Ég er þegar búinn að notfæra mér sem sagt þjónustuna hjá Friðgeiri að fá hérna pönnukökuna sem hann eldaði hérna í sem sagt eggja-pönnukökuna. Í pottinum. Já, ógeðslega gott sko. Þannig að þetta bara er bara búið að vera stórskemmtilegt og hérna ég vil bara sem hostinn hérna þakka fyrir mig og þakka öllum meisturunum sem komu hérna til okkar og gerðu þetta svona lifandi þannig að það yrði eitthvað annað en bara einhver gaura hérna Hermeti Kára Stefán, sko. Nei, það var alvöru, skemmtilegt. Þannig að bara, já, gjörðu þið svo, já, hér kemur útsendingarstjórinn. Það er afmælisbarnið. Afmælisbarn dagsins, maður. Og heimtar að fá eitthvað að drekka. Já, djöfulis minn þetta. Gillilegt. Bjarni verður nú að fá eitthvað líka, er það ekki? Eða hvað, ertu hættur alveg bara? Nei. Ekki alveg? Nei. Við erum að byrja aftur. Já, ok. Bara fyrir hálfdegi. Nú og við þurfum, það er nú svo gott og Eva, ætlað þú ekki að koma til okkar? Komd, elskan mín. Djöfulis þetta vel út. Við höfum hérna, bara við erum svolítið bara, það verður svona smá partí núna. Ég ætla að setja músíkin á núna, stefið. Úps. Hér er hún Eva og auðvitað bara með Bjarna í Bakó og þið bara gjörðu svo vel. Það er alveg geðveikt. Já. Bjarni, hast þú komið glas? Nei. Eitt glas í viðbót? Ekkert að spara glösin, ég held að séu til einhver hérna 44.000 glös hérna einhvers staðar í settinu. Það er nógu smjöri. Hann var agalegt því að framkvæmdastjórinn er að framkvæmdastjórinn. Þú ert bara, Heima. þú fætt bara að mæta hérna og vera við skrifborðið. Já, ég er bara... Og svona þykist stjórn eitthvað að gera svona. Sko, koma glösin. Bjarni, gjörðu svo vel. Hefum við ekki að skála fyrir afmælisbarninu? Jú. Skál fyrir stóra bróð. Já, stóra bróð. Hamingju með daginn, elsku vinnur. Takk fyrir það. Og nú með þessum orðum þá bara ljúkum við þessu prógrami en farið ekki langt því þetta heldur áfram. Siggi Hlöð á morgun klukkan 13. Hvíta fíblið
Skál fyrir því. Skál fyrir því. Takk fyrir, Jói. Takk fyrir mig. Takk fyrir allir.